Sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn, Alltaf til hægri. Við skulum hlusta þess. My fellow Americans, I've talked to you on a number of occasions about the economic problems and opportunities our nation faces. But as you've probably heard on news reports, America's problems are not unique. Other nations face very severe economic difficulties. In fact, both developed and developing countries alike have been in the grip of the longest worldwide recession in post-war history. And that's bad news for all of us. When other countries don't grow, they buy less from us, and we see fewer jobs created at home. When we don't grow, we buy less from them, which weakens their economies and, of course, their ability to buy from us. It's a vicious cycle. You can understand the danger of worldwide recession when you realize how much is at stake. Exports account for over 5 million jobs in the United States. 2 out of every 5 acres planted by American farmers produce crops for exports. But because of their recessions, other countries are buying fewer American farm products than last year. Our farmers are hurting, and they're just one group. So we're trying to turn this situation around. We're reminding the world that, yes, we all have serious problems, but our economic system, based on individual freedom, private initiative, and free trade, has produced more human progress than any other in history. It's in all our interest to preserve it, protect it, and strengthen it. We're reminding our trading partners that preserving individual freedom and restoring prosperity also requires free and fair trade in the marketplace. The United States took the lead after World War II in creating an international trading and financial system that limited government's ability to disrupt free trade across borders. We did this because history had taught us an important lesson. Free trade serves the cause of economic progress, and it serves the cause of world peace. When governments get too involved in trade, economic costs increase and political disputes multiply. Peace is threatened. In the 1930s, the world experienced an ugly specter: protectionism and trade wars, and eventually real wars and unprecedented suffering and loss of life. There are some who seem to believe that we should run up the American flag in defense of our markets. They would embrace protectionism again and insulate our markets from world competition. Well, the last time the United States tried that, there was enormous economic distress in the world. World trade fell by 60%, and young Americans soon followed the American flag into World War II. I'm old enough and hopefully wise enough not to forget the lessons of those unhappy years. The world must never live through such a nightmare again. We're in the same boat with our trading partners. If one partner shoots a hole in the boat, does it make sense for the other one to shoot another hole in the boat? Some say yes and call that getting tough. Well, I call it stupid. We shouldn't be shooting holes. We should be working together to plug them up. We must strengthen the boat of free markets and fair trade so it can lead the world to economic recovery and greater political stability. And here's how we're working to do that. We insist on sound domestic policies at home that bring down inflation, and we look to others for no less in their own economies. The International Monetary Fund, the institution that deals with world financial issues, seeks to encourage its member countries to follow sound domestic policies and avoid government restrictions on international trade and investment to foster economic development and raise their people's standard of living. We remind other countries that as the U.S. helps to lead the world out of this recession, they will benefit as we buy more goods from them. This will enable them to grow and buy more goods from us, and that will mean more jobs all around. That is the way of free markets and free trade. We must resist protectionism because it can only lead to fewer jobs for them and fewer jobs for us. In just 4 days, the trade ministers of virtually all the free world countries will meet in Geneva, Switzerland. They will seek ways to surmount challenges to the integrity of our international economic system. We were instrumental in convening this international meeting because we believe strongly that our trading system is at a crossroads. Either free world countries go forward and sustain the drive toward more open markets,
or they risk sliding back toward the mistakes of the 1930s and succumbing to the evils of more and more government intervention. And this is really no choice at all. The United States will reject protectionist and defeatist proposals. Instead, we will set new goals and lay out a program for limiting government intervention in world markets. We will lead with a clear sense of our own commercial interests and a quiet determination to defend these interests. We will take actions at home and abroad which enhance the ability of the United States industries to compete in international trade. Let no one misunderstand us. We're generous and far-sighted in our goals, and we intend to use our full power to achieve these goals. We seek to plug the holes in the boat of free markets and free trade and get it moving again in the direction of prosperity. And no one should mistake our determination to use our full power and influence to prevent others from destroying the boat and sinking us all. That's how the United States is working in the world on behalf of freedom, economic prosperity, and peace. I'll be back again next week. Thanks for listening. God bless you. Það hefur mikið vatn runnið til sjávar frá því að Ronald Reagan flutti útvarpsávarpið sem við vorum að hlusta á 20. nóvember 1982. Baráttumenn fyrir frjálsum viðskiptum milli landa eiga undir högg að sækja í Bandaríkjunum og víðar og republikanaflokkurinn hefur verið hertekinn af fólki sem skilur ekki mikilvægi frjálsara utanríkisviðskipta, samhengið milli frelsi einstaklingsins og frjálsara viðskipta. Donald Trump eins langt frá hugsjónum Reagans og hægt að hugsa sér. Og spurningin þessi. Á tollastefna Donald Trumps rætur sínar í ættjarðarást og löngunni til að endurreisa bandaríska drauminn? Eða hún stjórnlaus og hættuleg atlaga að frjálsum viðskiptum og alþjóðlegri hagsæld, þar og meðal velferð bandarísks almennings? Við vitum hverju Ronald Reagan hefði svarað. Með tilkomu nýrra víðtækara tolla sem ná til allra helstu viðskiptalanda Bandaríkjanna stendur Trump fyrir sögulegu brotthvarfi frá meginreglum í alþjóðlegum viðskiptum sem ríkt hefur frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar, reglum sem Bandaríkin höfðu forystu að móta. Þótt það tali fyrir því að endurreisa innlenda framleiðslu og styrkja verkalýðin hefur tollastefna hans þegar leitt til efnahagslegs og stjórnmálulegs óstöðuleika innanlands sem utan. Trump heldur því fram að markmiðið sitt sé frelsun Bandaríkjanna undan ósanngjörnum viðskiptaháttum annarra landa sem hafi makað krókinn á kostnað Bandaríkjanna. Með því að leggja á almennan 10% toll auk sérstakara tolla á lönd með mesta jákvæða vöruskiptajöfnuð gagnvart Bandaríkjunum vonast hann til að jafna leikinn og endurheimta framleiðslustörf í Bandaríkjunum. Framsetningin virðist vægast sagt handahófskennd, svo ekki sem meira sagt. Skýringar talsmanna forsetans segja byggt sé á einfaldri formúlu þar sem innflutning deilt upp í viðskiptahalla og margfaldan við 0,5. Tökum dæmi. Vöruskiptajöfnuður Bandaríkjanna við land X neikvæður 100 milljarða dollara en alls eru fluttar inn vörur til Bandaríkjanna frá X að verðmæti 200. 100 deilt með 200 0,5 og sú tala margföldu með 0,5 sem gefur 0,25. Þannig verður tollur á vörur frá landi X 25%, svo kallaðir gagnkvæmir tollar. Engin skynsamleg rök hafa komið fram til að rökstyðja þessa formúlu og margir hagfræðingar, ekki síst þeir sem aðhyllast frjáls viðskipti, hafa sagt formúluna barnalega og illa ígrundaða. Konráð Guðjónsson, sem var hagfræðilegur ráðgjafi síðustu ríkisstjórnar, hefur raunar sagt að hagfræðinemi sem leyfði sér að leggja þessa formúlu fram fengi fallengun í hagfræði. John Murphy, prófessor í hagfræði, segir að erfitt sé að gera sér fyllilega grein fyrir því hversu slæmt frelsisdags, það sem að
Donald Trump kallar daginn sem hann kynnti tollastefnu sína, frelsisdags tollakerfið er í raun. Frá upphafi til enda sé það óskiljanlegt. Þegar áætlunin var kynnt 2. apríl, þar sem Donald Trump hélt á spjaldi með því að virtist handahófskenndum tölum, þurftu hagfræðingar að leggja mikið á sig til að átta sig á því hvaðan tölurnar væru komnar. Þær virtust aftengda raunveruleikanum og hefðu ekkert með gagnkvæmni að gera, líkt og haldið hefur verið fram. Maður gæti haldið að fyrirmynd að gagnkvæmum tollum tæki mið af tollum hins aðilans. Reyndar eru fyrir löngu til staðar viðurkenndar aðferðir í bandarískri löggjöf og efnahagskenningu til að ákvarða hvað felst í gagnkvæmum tollum þegar ójafnvægi eða ósanngjarnir viðskiptahættir koma upp á borð. Auk þess eru til staðar útreikningar og reiknilíkun á jöfnunartollum sem eru viðurkennd. Þetta nýja líkan Trumps þjónar hins vegar engum tilgangi og hefur lítið með gagnkvæmni eða leiðréttingu ósanngjarna viðskiptahátta að gera. Þar sem það tekur hvorki tillit til tolla né óbeinna viðskiptahindrana. Í staðinn meðhöndlar líkanið tvíhliða viðskiptahalla sem sjálfkrafa sönnun fyrir ósanngjörnum viðskiptaháttum. Óhætt að halda því fram að mikill meirihluti hagfræðinga hafi varað við afleiðingum sem tollastefna Trumps kunni að hafa, jafnt á Bandaríkin sjálf og flest önnur lönd. Meðaltals tollar í Bandaríkjunum hafa ekki verið hærri í yfir heila öld. Verðbólga mun aukast, hagvöxtur draga saman, verð á neysluvörum eins og raftækjum og fatnaði hækkar hressilega og ýmsum neysluvörum öðrum. Seðlabanki mun því eiga erfiðara að lækka vexti líkt og kallað hefur verið eftir, meðal annars af Trump, og þar með aukast líkurnar á efnahagslegum samdrætti og jafnvel kreppu. Hlutabréfamarkaðurinn hefur brugðist harkalega við og bendir til djúprar vantrúar á aðgerðum Trumps. Milton Friedman, Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði og einn áhrifamesti hugsuður 20. aldar, var eindreginn talsmaður frjálsara utanríkisviðskipta og harður gagnrýnandi tolla og verndarstefnu. Hann taldi að tollar væru ekki aðeins efnahagslega skaðlegir, heldur siðferðilega vafasamir þar sem þeir hygla fáum á kostnað margra. Friedman benti á að tollar virki í raun eins og skattar sem lagðir eru og innfluttar vörur sem neytendur í viðkomandi landi þurfa að greiða. Þeir hækka verð, minnka vöruúrval og neyða fólk til að greiða meira fyrir vörur sem oft eru bæði dýrari og lakari en þær sem hægt væri að flytja inn án tolla. Tollar eru skattar sem ríkisvaldi leggur á neytendur í eigin landi, sagði Friedman og lagði áherslu á að þeir væru skýrt dæmi hvernig hagsmunir minnihlutahóps, það er að segja framleiðenda, væru settar ofan hagsmunum almennings neytenda. Í bók sinni Free to Choose sem kom út 1980, sem Friedman skrifaði ásamt eiginkonu sinni Rose, setti hann fram rök fyrir því að frjáls viðskipti væri ekki aðeins hagkvæm heldur nauðsynleg til að stuðla frelsi, velsæld og friði. Frjáls viðskipti auka samkeppni, hvetja til nýsköpunar og veita neytendum aðganga betri og ódýrari vörum. Verndarstefna á hinn bóginn stuðlar að efnahagslegri stöðnun og getur aukið spillingu með því að hagsmunahópar þrýsta á stjórnvöld sértækar aðgerðir. Friedman var einnig gagnrýninn á þá hugmynd að tollar væru réttlætanlegir til að vernda störf. Hann taldi að atvinnulífið ætti að laga sig að breyttum aðstæðum og það væri ekki hlutverk ríkisins að halda gangandi óhagkvæmum atvinnugreinum með tollum eða niðurgreiðslum. Í stað þess að halda úreltum störfum á lífi ætti að leggja áherslu á aðlögun, endurmenntun og nýsköpun. Að lokum benti Friedman á að tollar gætu leitt til alþjóðlegra viðskiptadeilna. Þegar eitt land setur á tolla svarar
önnur lönd oft með því sama sem leiðir til tollastríða. Slíkt rýrir traust milli ríkja, minnkar viðskipti og dregur úr hagvexti á heimsvísu. Friedman hélt því fram að frjáls viðskipti væri ekki aðeins efnahagslega hagstæð, heldur væri þau einnig mikilvægt tæki til að efla frið og samstarf milli þjóða. Það er eftirtektarvert að Elon Musk, einn nánasti samverkamaður Trumps, sá umdeildi maður, hefur verið duglegur við að rifja upp röksemdir Friedmans á X eða Twitter. Musk er sannfærður greinilega að tollastefna Trumps sé byggð á misskilningi og leiði til ófarnaðar. Og hann er ekki einn, og ekki er ólíklegt að við séum að sjá fyrstu alvarlegu sprungurnar meðal samverkamanna Bandaríkjaforseta. Annar Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði, Friedrich Hayek, setti fram svipuð rök gegn tollum og Friedman. Hayek var ekki aðeins að hugsa efnahagsleg áhrif tolla, heldur ekki síður pólitískt og borgaralegt frelsi. Hann taldi að ef stjórnvöld stjórnuðu viðskiptum og inn- og útflutningi væri skrefið stutt í almenna miðstýringu og valdníðslu. Í bók sinni The Road to Serfdom eða Leiðin til ánauðar, sem hefur raunar komið út á íslensku, varaði Hayek við því að stjórnun efnahagslífsins, meðal annars með tollum og kvótum, geti leitt til einræðis, mjúks einræðis eins og hann orðaði það. Hayek taldi að frjáls viðskipti milli þjóða væru leið til að efla frið og samstarf. Þegar lönd væri háð hvort öðru í gegnum viðskipti verði stríð og pólitísk spenna dýrari og óhagkvæmari og þar með ólíklegri. Á tímum þar sem þjóðernishyggja og verndarstefna eiga afturvaxandi fylgi er gagnlegt að rifja upp skýra og rökkarinna sýn þeirra Friedmans og Hayeks og raunar mikils meirihluta hagfræðinga. Sýn sem byggir á þeirri einföldu hugmynd að opið hagkerfi, þar sem fólk fær að versla frjálst yfir landamæri, gagnist öllum til lengri tíma. Fylgjendur Trumps halda því hins vegar fram að tollastefna hans sé hluti af stærri sýn, uppstokkun alþjóðlegra viðskiptaregla og endurheimt efnahagslegs fullveldis Bandaríkjanna. En margt bendir til að ákvörðun tolla hafi verið tekin í óskipulögðu ferli þar sem lykil ráðgjafar voru útilokaðir og ákvarðanir teknar á nákvæmra greininga. Leið hafa tryggir bandamenn Bandaríkjanna eins og Ísrael, Suður Kórea og Evrópuríki lendi í skotlínu tollaþvingana sem hefur veikt alþjóðleg tengsl og öryggi samvinnu. Stærsta skotmarkið er þó Kína. Samtals nemur tollbyrði á kínverskum vörum nú 76% og jafnvel milliliðir í Asíu eins og Víetnam eru teknir í gegn. Markmiðið er að hindra að kínverskar vörur komist inn í Bandaríkin í gegnum þriðja land þar sem þær eru fullunnar eða settar saman. Þessi nálgun virðist ekki taka mið að því hvernig samtengdar virðiskeðjur virka í dag, framleiðsla er dreifð og högg á einn hlekk bitnar á öðrum. Neil Ferguson heldur því fram í grein á The Free Press að Trump virðist trúa því að Bandaríkin geti snúið aftur til miðrar 20. aldar, þegar landið var iðnaðarveldi. En tölfræðin sýni að framleiðslustörf hafa dregið saman í öllum þróuðum ríkjum óháð viðskiptastefnu og sjálfvirknivæðing og tækni hafi haft meiri áhrif á störf en alþjóða viðskipti. Talsmenn Trumps tala að til lengri tíma hagnist Bandaríkin, en hagfræðingar benda á að svo mikil röskun á heimsviðskiptunum kalli á gagnráðstafanir, líkt og raunar Friedman og Hayek vöruðu við. Kína hefur þegar tilkynnt sína eigintolla og Evrópusambandið er líklegt að fylgja í kjölfarið, þó auðvitað vonast menn til þess að geta samið við Trump annað.
Slík tollastríð raska jafnvægi og valda viðtækum skaða, ekki síst fyrir þá sem Trump segist vilja verja, bandarískt launafólk og þá ekki síst starfsmenn í framleiðslugreinum. Hugmyndafræði Trumps á ekkert skylt við hugsjónir Ronald Reagans sem var forseti Bandaríkjanna 1980 til 1988 og við heyrðum hér útvarpsávarp hans frá 1982 og það umhugsunarvert að þeir skuli báðir tilheyra repúblikanaflokknum. Reagan trúði því að Bandaríkin hefði ekki aðeins hag af frjálsum viðskiptum, heldur bæru siðferðilega skyldu til að efla þau milli landa. Reagan var einn helsti talsmaður frjálsara viðskipta meðal stjórnmálaleiðtoga 20. aldarinnar. Hann trúði því að opið og frjálst hagkerfi væri lykill að hagvexti, friði og framgangi frelsis allan heim. Og meðan hann gegndi embætti reyndi hann að styðja við alþjóðlega viðskiptastefnu sem byggðist á lækkun tolla, aukinu samvinnu þjóða. Hann gagnrýndi verndarstefnu og tolla harðlega sem langtímalausn. Að hans mati gerðu slíkar aðgerðir innlendan iðnað veikari og síður samkeppnishæfan. Þó lét Reagan stundum undan þrýstingi og beitti tímabundum aðgerðum eins og innflutningshöftum á japanska bíla, en gerði það alltaf með áherslu á meginmarkmið sem væri að stuðla að frjálsum viðskiptum til lengri tíma. Í forsetatíð sinni studdi Reagan alþjóðlegar stofnanir eins og GATT og WTO, World Trade Organization, alþjóða viðskiptastofnunina, og tók þátt í samningaviðræðum sem miðuðu að því að fella niður tolla á milli ríkja. Hann lagði áherslu á að Bandaríkin ættu að vera leiðandi með fordæmi og að sanngjörn samkeppni væri til hagsbóta fyrir alla. Þess má geta að Reagan hafði áhuga á því að Bandaríkin og Ísland gerðu fríverslunarsamning sín á milli. En því miður létu íslensk stjórnvöld aldrei á það reyna. Að baki tollastefnu Trumps er róttæk tilraun til breytinga á hlutverki Bandaríkjanna í heiminum. Trump er í raun að taka heimsveldi Bandaríkjanna í sundur með því að skera niður hernaðar og viðskiptalegar skuldbindingar landsins. Hann verðist líta á bandaríska heimsveldið sem byrði fremur en auðlind og í nafni þjóðernishyggju leitast hann við að draga landið aftur í tímann, aftur til fyrir þann tíma þegar að Bandaríkin urðu alþjóðlegt stórveldi. Hugmyndir Trumps byggja annarkvort á misskilningi eða blekkingu. Bandaríkin hafa vissulega þurft að bera byrðar sem heimsveldi, en þau hafa fengið gríðarleg völd og notið mikils efnahagslegs ávinnings. Eftir seinni heimsstyrjöldina samþykktu bandamenn dollarann sem alheimsgjaldmiðil, opnuðu markað og veittu aðganga að hernaðarlegum auðlindum og fengu í staðinn stöðuleika og öryggi. Með því að slíta þessi tengsl veikir Trump grunn bandarísks efnahags og hernaðarvalds og styrkir leið andstæðinga Bandaríkjanna eins og Kína sem fyllir tómarúmið. Ferguson segir að tollastefna Trumps endurspegli sögulega tilhneigingu Bandaríkjanna til að afneta eigin heimsveldi. Með því að neita að viðurkenna stöðu sína sem leiðandi afl í alþjóðamálum hafa bandarísk stjórnvöld byggt á óskhyggju fremur en staðreyndum. Þetta getur leitt til hnignunar líkt og við Róm til forna og sú hnignun kemur innan frá en ekki að utan vegna ógnunar frá öðrum löndum. Niðurstaðan: verndarstefna Trumps endurreisir ekki bandarískan framleiðsluðina, heldur kyndir undir verðbólgu, hærri skatta, verri lífskjör og aukinn pólitískan klofning. Jákvæð áhrif frjálsara viðskipta og alþjóðasamvinnu eru yfirleitt vanmetin og erfitt að meta þau, en þegar þau hverfa verða áhrif þeirra á hagvöxt,
stöðuleika og áhrif Bandaríkjanna á heimsvísu greinileg. Þá líklegt að Bandaríkjamenn sakni heimsveldisins sem þeir, eða minnstakosti Trump, vildu ekki kannast við og vilja ekki kannast við að þeir ættu. Og heimurinn verður allur fátækari og öryggið minna. Ég þakka þeim sem hlýddu. Góðar stundir.